Sælt fyrir fólkið. Já, sjómannadagurinn sko sannarlega framundan. Eða reyndar væri nú réttar að tala bara sjómannahelgina. Því að hátíðarhöldin, þau eru meira að segja byrjuð fyrir austan, byrjuð á Eskifirði í gær og í dag eru íbúar í Neskaupstað að skreyta miðbæinn. Nú vegna sjómannadagsins eru flest íslensku skipin komin í höfn. Við sjáum það stæðsta hérna fyrir aftan mig, það Kristína. En hérna ég með gamalt verkfæri, öllu eldra heldur en þetta glæsilega skip sem við sjáum fyrir aftan mig. Þetta mun heita línustokkur og var notað þegar línan var stokkuð upp, önglunum var raðað hérna í þessa skoru. En það mikið að vera fyrir austan þessa helgi, enda sjómennskan og fiskvinnsla snar þáttur í öllu mannlífi fyrir austan. Sörtum á daginn og syngjum í kvöld og svífum í dans á plani. Við skulum hefja leikinn í Vopnafirði, en þar hefjast hátíðarhöld sjómannadagsins með siglingu björgunarbátsins og smábáta fjörðinn. Að því loknu verður messa við minnisvarða sjómenn sem hafið hefur tekið í tímans rás. Eftir það verður slegið á léttari strengi. Til dæmis verða björgunarsveitarmenn með kaffisölu til styrktar starfsemi sveitarinnar. Í Borgarfirði eystra verður hátíðin við höfnina við Hafnarhólma ef veður leyfir. Þar verður útimessa og hátíðarstund þegar Eiríkur Gunnþórsson dregur bláa fánan að húni, en fáninn alþjóðleg umhverfisvottun sem höfnin fékk fyrst hafna á Íslandi, samtímis höfnin í Stykkishólmi. Síðan verður boðið upp á siglingu út að bjargi sem tekur það bil klukkustund. Þegar í land verður komið hefjast leikar að sjómannasið og ekki ósennilegt að einhverjir þeirra fái kalt bað í höfninni. Þegar þeir hafa þurrkað að sér nú mestu bleituna, bíða þeirra hnattþórur í félagsheimilinu. Þetta starfið sem heillar menn helst og hagnaðar voninn í milljónum telst. Á Seyðisfirði verður boðið upp á siglingu með togaranum Gullveri á laugardaginn. Einnig verður þar golfmót og á sjómannadaginn verður messað í Seyðisfjarðarkirkju. Að henni lokinni verður boðið upp á kaffi og kökur í safnaðarheimilinu. Í Neskaupstað verður miðbærinn skreyttur í tilefni hátíðarinnar og í kvöld, föstudagskvöld, verða þar dansleikir. Á laugardag verður sjómannadagsmót á golfvellinum og hópsigling norðfirska flotans og síðan kappróður. Á sjálfan sjómannadaginn verður síðan mikið dýrðir. Það verður hátíðarmessa í Norðfjarðarkirkju og að henni lokinni verður lagður blómsveigur að minnisvarða óþekkta sjómanninn í kirkjugarðinum. Síðan rekur hver atburðurinn annan, dorgveiðikeppni, grillveisla og börnum verður boðið upp á hoppikastala og andlitsmálingu, svo eitthvað sé nú nefnt. Hátíðardagskrá verður síðan við sundlaugina, þar sem sjómenn verða heiðraðir og þeir yngri reyna með sér í boðreynsli, reiptogi og stakkasundi, svo við nefnum nú eitthvað. Á Eskifirði hófust hátíðarhöld sjómannahelgarinnar strax í gær á Mjóeyri, en í kvöld verður þar sundlaugarpartí og verða fullorðnir að koma í fylgd barna eða unglinga. Á morgun verður þar þríþraut dorgveiðikeppni og hópsigling fjörðinn. Á sjálfan sjómannadaginn verður síðan hátíðarmessa í Eskifjarðarkirkju, en henni lokinni verður minningarathöfn við styttu sjómannsins. Síðan tekur við hátíðardagskrá á Eskjutúninu. Auk þess verða ýmsar sýningar og uppákomur á Eskifirði helgina. Til dæmis verður heljarmikil bílasýning hjá Eigersund Ísland, þar sem sýndir verða flottustu bílar Austurlands, gamlir sem nýir. Á góðri stund með glaða lund, við skulum gæta hópsins, skemmta okkur eins að vera ber, við syngjum hátt. Á Fáskrúðsfirði hefjast hátíðarhöldin með hópsiglingu eftir hádegið á laugardag og síðan verður sjómannadagsskemmtun í smábátahöfninni. Á sunnudaginu verður síðan messað í Fáskrúðsfjarðarkirkju og á messulokinni verður kaffisala slysavarnardeildarinnar Hafdísar í skólamiðstöðinni. Nú á Djúpavogi hefst sjómannadagurinn með messu í Djúpavogskirkju. Eftir það verður dorgveiðikeppni á smábátabryggjunni og síðan hópsigling þaðan og út á voginn. Eftir siglinguna mun björgunarbáturinn Dröfn sigla með þá sem vilja, en það eru félagar í björgunarsveitinni Báru sem standa fyrir hátíðinni á Djúpavogi.
en dagskránni lýkur með sjómannadagskaffi í Sandbúð. Já, þá held ég sagan sögð, ekkert annað eftir en að óska sjómönnum til hamingju með daginn og ég segi bara gleðilega hátíð. Þeir eru fræknir fiskimenn og dást við úfinn sjá. Milli hafnum heimil þeir halda sína leið. Á sjó, þeir sækja enn á siglum höfum breið. Á sjó, þeir sækja enn á siglum höfum breið. Á sjó.